það heilmikið samstarf sem á sér stað á milli Landssamtakanna Þroskahjálpar og fötlunarfræðinnar. Það rosalega mikilvægt að geta rökstutt það sem maður að bera á borð og þess vegna svo mikilvægt að hafa gagnreyndar rannsóknir og þekkingu á bakvið sig. Þannig að við höfum reynt eftir því sem hægt að nýta allt sem frá fötlunarfræðinni kemur og okkur til gagns. Að þá getum við sagt að áhrif fötlunarfræðinnar gríðarlega mikil á baráttu fatlaðs fólks fyrir réttindum sínum. Þannig að ég held að það sé ekkert ofsagt að þetta skiptir öllu máli til þess að við getum haldið áfram til að auka sýnileika fatlaðs fólks og tryggja réttindi þeirra. So with disability studies, I think that a lot of people think of it as like a very, very specific topic, like only about disabled people. And I find that so funny because disabled people are 15% of the world's population, and we inhabit every kind of intersectionality. And so studying disability studies really is like a gateway into basically every intersection of humanity, and being able to explore like really fundamental issues that are facing us as a society. Fötlunarfræðin sem kennd, hún hefur boðað bara nýja hugmyndafræði og nýjar hugmyndir gagnvart fötluðu fólki og nýjan skilning á fötlun, og það hefur gagnast fötluðu fólki ekki síst bara að meta sjálfan sig aldrei upp á nýtt, og það sjónarhorn sem það hefur bara á sjálft sig og samfélagið. Svo ég held að ef rannsóknarsetrið og fötlunarfræðideildin væri ekki bara til, að þá væri við hérna á Íslandi komin ansi mikið skemur á veg í okkar svona réttindabaráttu og baráttu fyrir því bara að eiga aðgengi að samfélagi til bara jafns við aðra. Þessi samvinna og það eru upplýsingar og fræðsla sem við höfum fengið bara gegnum fötlunarfræðina og gegnum rannsóknarsetrið hefur haft mikil bein og óbein áhrif á okkar starf og réttindabaráttu.